Þessa helgi voru hér á hlaðinu og í húsakynnum okkar tæplega 2000 manns sem auðvitað sýnir eðli staðarins mjög vel. Það eru mjög margir hópar sem gera sér ferð hingað í Skálholt, oft í samhengi stærri ferða. Á laugardag voru hér einir 5 hópar sem komu hingað á leið Þingvelli, Gullfoss og Geysir og Suðurlandið. Hópar sem að stoppa hér kannski í 1 klukkustund eða 1,5 og óska þá eftir staðarskoðun eða kynningu staðarins sem að við yfirleitt bjóðum upp á í kirkjunni. Og þar segjum við svolítið frá staðnum, sögugildi hans og tölum kirkjuna, listaverkin í kirkjunni og þá sögulegu muni sem þar að sjá og leiðum síðan fólk yfirleitt ofan í kjallara að kistu Páls Jónssonar og í gegnum göngin út að rústasvæðinu. Þannig að þegar fólkið fer þá hefur það fengið innsýn inn í þá mögnuðu sögu sem þessi staður býr yfir og fólk fer svo ánægt héðan eftir slíka heimsókn. Nú þarna voru auk þess karlakórinn Þrestir með tónleika, mjög fjölmenna tónleika og í gær voru hér einir 4 hópar fyrir utan gesti sem að koma hér bara af götunni og ganga hér hlöð og njóta sín.